Góðan daginn, skákmeistarar. Ég ætla að taka fyrir afbrigði fyrir hönd Svarts í kallast tveggja riddara afbrigðið í ítalska leiknum. Hvítur leikur D4, E5, D5, þetta er allt saman teóría. Ég tefndi þetta nú oft á árum áður með hvítu, en daginn þá tók ég mitt fyrir riddari D7 sem er ágætislega líka fyrir svartan ef hann veit hvað hann er að gera. Það er lagst á svolítið skemmtilega hugmynd í einni stöðu sem ég ekki séð bara áður. Það er ekki hverju degi sem maður sér eitthvað alveg glænýtt. Já, þetta er svona á biskup E3, hrókering F3, riddari G5, F4 og yfirleitt leikur svartur strax bara riddari E4 og það getur telst ýmsa vegu. Ég man þetta nú ekki alveg nákvæmlega, B8 er einhver hugmynd. En eftir F4 þá er F6 einhver leikur sem ég hef bara ekki séð áður. Og ég fór aðeins að skoða þetta. Þetta teldist í einhverju svona bréfskák eða korrespondaskák. Já, í fyrstu þá skildi ég ekki alveg þennan leik, en það er kannski ágætt að skoða þetta aðeins nánar. Og ef hvítur drepur riddarann, þá drepum við á E5 og við sjáum að þetta er allt leppur út af biskupnum á C5 og ef hann leikur riddari F5 og allar verðast niður, þá eigum við D4. Og þá er onni á F5 og E3 og svartur fær yfir bara tafl. Þannig að þetta er svona smá gildra. Hann má ekki drepa á G5. Þannig að E drepur F6 hefur telst. B4 gæti verið einhver konar hugmynd að reyna að fá biskupinn af þessar línu, það sem að leppar allt. Þá er eiginlega bara bært að bakka. Ég kíkti eitthvað aðeins á þetta að drepa F6. Og náttúrulega B4 veikir svolítið stöðuna hjá hvítum. Það er náttúrulega veikur G3 riddarinn og þessi svarta skálína Þetta er allt. Getur verið mjög shaky. Þá er riddari E4 besti leikurinn. Þurfum þetta að hörfa með riddarann. Og segjum eftir upp í G7. Þá leikur hrókur E8 og erum tveimur beðum undir í augnablikinu, en þetta virðist bara vera yfir tafla á svartan, ótrúlega satt. Það er náttúrulega vandamáli hjá hvítum er að við erum oft að leika drang F6. Svo er eitthvað svona taktískar hugmyndir með riddari C3 og hrókur yfir E3. Svona áður bara í beði og G7 í róleitum. Það er veikt allt saman. Við skoðum aðeins A4, dronning F6, bara sína hvað getur gerst. Og ef hvítur leikur hrókur A3 og ætlar að vera eitthvað sniður og valda á E3, þá eigum við flagga killer, þetta er C3, takk fyrir. Þá drepum við hrók, þá drepum við á E3 og svo getum við drepið á D4 og hrókur E8 að koma. En það er svona alls konar taktísk stef í þessu A5, biskup G4 betur. Og ef hann drepur á G4, hann drepur á D4 og það reynur allt bara hjá hvítum. Sjáum að hrókurinn er onni á A1, biskupinn, og ef drottningin kemst á D4 þá er voðinn vís. Þannig að svona D3.
og hérna getur verið ágætt að stoppa aðeins vídeóið og spreyta sig á þessu. Svartur er tvimpum undir en á hérna killer biskup E2, það er svona taktískar þemur í þessu. Drottning drepur E2 þá bara drepur á D4 og hvítastaðar hinur. Líklega betra að drepa með riddara. Við bara hratt yfir þetta. Þetta er svona F6 bara best og stóð þetta peð og þetta þvingu atburðarás, þetta er G3 sterkur leikur. Og bæði þetta leikur hókur E8 og drottning drepur G7 virkar alveg nógu samfærandi á mig og það er bara svartur sem getur unnið þessa stöðu. Við skulum bakka þess. Þannig að B4 var heiðarleg tilraun en virðist ekkert vera merkilegt sko. Þannig að E drepur F6, það er semst það sem er talið best. Já, ég ætla aðeins að bakka. Þannig að líklega er best að drepa á F6. Ég drepur F6. Og svo þegar ég sá næsta leik svarts þá var ég nú eiginlega hálf dolfallinn. Ég leit bara eins og ég var að læra að tefla. Þetta er H3 skák. Þetta er mjög djúpar hugmyndir. Og drepa á H3. Biskup drepur H3. Þetta er þess mannsfórn. En það er svolítið opið hérna fyrir hvíta kónginn. Nú, það er líklega best fyrir hvítan leika drottning F3 en það vandamáli hjá hvítum er ofta hrókur F3 er svara með biskup G4. Svo er þetta fljótt að koma hérna svolítið á hann sko, svolítið pressa hérna út allt leppur og leiðindir sko. B4 hefur reynt. Getur telt svona biskup B6, hrókur F3 og hér sjáum við hugmyndin í framkvæmd. Einu munurinn er peður á B4. Hrókur 1-8. Takið eftir að við erum ekkert að peð og G7 er bara fínt varnarmaður fyrir svartan og hrókurinn er góður á E8. Það getur pressar á biskupinn og eftir drottning F6 er alltaf þessi fórn hérna og E3. Alls konar hótanir. Biskup F2, drottning F6, C3, valda D4, eðlilegt. Drottning G6. Ég held svona að ef hvítur þekkir þetta ekki og færi þetta á sig í alvöru skák þá sé þetta ekkert grín að eiga við þetta sko. Þetta er upp í T4, drottning H5. Þetta sem ég er að sýna þetta eru svona bestu leiðirnar með aðstoð ofurtölvu. Það sem hvítur þarf að finna only moves, hrókur E4, sterkur leikur. Sjá má ekki drepa á E4 þá hrinnur þetta allt. Ja, náttúrulega þetta drepa á F3, það er bara vinnur. Nú F5, þetta var það skásta sem ég fann fyrir hvítan. Ég ætla bara að rúla hratt yfir þetta er eitthvað tölvu framhald, kannski ekki mjög mannlegt. Og þessi fríbeð hérna er ekkert að koma svo auðvitað áfram. Og hvað er að segja? Þessi stað er óljós. Það er mjög skrítið allt, en þetta er bara svona til þess að sýna sem að vill að tafniska en það er engin möguleiki að neitt kunni þetta alltaf hvítt.
Það sýnir hætturnar í stöðunni fyrir hvítan. Ok, nú það. Biskup bara H3 hérna eftir G-dribur. Drottning F3. Biskup bara F1. F-dribur G7. Og heim kongur bara F1. Það býður hættunni heim. Tóku B8. Og hérna geti hvítur bara verið að hugsa, jæja, nú ég bara að neutralisa þetta sprikl og góðu valdöðla, en þá kemur hóku B4 og trómið heimtir. Sjáum við hann drepur á B4, þá drepa á D4, svartu vinnur. Rókarnir eru gríðarlega sterkir í þessar stöðu. Þetta bara unnið á svartan þessu stað. Ég eiginlega fullir það, sko. Hvítur verður að drepa á G7. Rókur F7 hefur telst, og K4. Hvítur á náttúrulega eftir að koma eins og köllum hann á B-num og A-num í spilið. Svartur með virka róka. Það bara sína sirka hvernig það getur telst. Rókur E7 kemur til greina. Þetta eitthvað sem ég skoða aðeins. Þessi stað gæti hugsanlega endað í einhvers konar jafntefli. Þannig að ég ætla að fara eitthvað meira út í það. Sjáum Rókur D1, þá kemur held ég kongur F7. Við erum alltaf skák hérna. Þetta langur útúrdúr. Rókarnir eru súper virkir oft í þessum stöðum. Það er að drepa á G7. Mér finnst þetta ekki svona, ég get ekki ímyndað mér að það er að tefla þetta hvítt, sko. Rókurinn getur verið á G2 og taka svo á H2. D4 er eitthvað tölvuframhald. Já, þetta teltist í korrespondent skák, kannski ekki nú. Hérna bara jafntefli, það er svona þráleikur. Hvítur getur lent í mörgum pittum í þessum. Og Rókur eina 7. Svona svolítið forserað. Drottning H5. Rókur er upp í G7. Já, þetta er sem hún sko. Það er ekki. Þetta er alltaf líka stöður. Já, Rókur upp G7 kemur líka til greina í staðinn fyrir Rókur E7. Drottning H5 með hugmyndina að fara með Rókin á E8. Ég myndi alltaf vilja frekar vera með svart í þessu, sko. Ég finnst Rókarnir svo rosalega virkir og sterk drottning. Besta framhaldi á hvítum ef hann fara aðstoð frá 12, þetta er G. Þetta er sterkasta framhaldi fyrir hvítan. En ég held ég myndi nú alltaf taka svart í þessu samt, sko. Já, þannig að þetta er hansi magnað, riddari H3 skák. Þetta virðist bara, þegar þessi staða virkar alveg ágætt á svartan. Allavega ég held þessi F6 leikur sé ágættur, sko. Og ef hvítur þekkir hann ekki, sko, þá hann í, sem að tala í hreinu íslensku, held ég bara í djúpum skít, sko. Það er ekkert grín að fá þetta á sig, sko. Já, ég þakka fyrir í dag.